Skömmu fyrir páska útnefndi menningarmálanefnd Fjallabyggðar nýjan bæjarlistamann, en það hefur Fjallabyggð gert undanfarin 11 ár. Að þessu sinni var fyrir valinu Jón Þorsteinsson, söngvari, sem áratugaskeið starfaði í Hollandi. Jón Þorsteinsson fæddist í Ólafsfirði ára 1951. Hann starfaði lengstum sem tenorsöngvari við Ríkisóperuna í Amsterdam eða frá 1980. Hann hlaut meðal annars verðlaun í Oratóriusöngkeppninni í Amsterdam ára 1983. Jón stundaði söngnám í Noregi, síðan á Ítalíu og 2 ára skeið söng hann fyrstur Íslendinga í óperukór Wagners tónlistarhátíðarinnar í Beirut í Þýskalandi. Hann hefur einnig túlkað og sungið kirkju- og nútímatónlist víðsvegar Evrópu, unnið til verðlauna á þeim vettvangi og sungið einsöng á óperusviði og með kórum í flestum löndum Evrópu og í Bandaríkjunum. Jón tók þátt í starfi Polyphon-kórsins sem einsöngvari og einnig með kór Langholtskirkju, Fílharmoníukórnum og Passíukórnum á Akureyri. Síðustu ár hefur hann kennt söng, fyrst í Hollandi og nú á Íslandi. En hvernig tilfinning að vera orðin bæjarlistamaður? Hún náttúrulega afskaplega góð, óvænt, afskaplega óvænt og mér þykir bara mjög vænt það að ég skildi vera valinn. En hvað var Jón lengi í útlöndum? Ég var erlendis í ekki samanlagt 46 ár, hvað svoleiðis. Já. Ég kom að vísu heim á milli öðru hverju svona og dvaldum tíma var þá mestmegnis í Reykjavík. En hvað var til þess að þú komst aftur til Ólafsfjarðar? Það kom ekkert annað til greina. Það bara, ég hafði keypt gamla húsið í Hólkoti mörgum árum áður og ég reyndi að koma alltaf 1-2 ári. Men ég var úti og vera hérna tíma og það kom bara ekkert annað til greina. Og ég veit bara ekkert út af hverju. Hér á ég heima. Hérna hef ég alltaf átt heim, ég kannski aldrei losna. Ég hef aldrei komist í hann kannski, það má vel hugsa sér það. En hér á ég heima og hér vil ég vera. Jón flutti til landsins fyrir nokkrum árum og kom sér fyrir í gamla pressetrunu í Ólafsfirði, þar sem hann hefur hreiðrað sig ásamt eiginmanninum Ricardo. Maður var í þetta svo mikið, maður þekkti þetta svo vel og þykir náttúrulega óskaplega vænt þennan stað. Og þannig að svo bara æxlaðist þetta þannig að þetta var sett á sölu og við gerðum tilboð og þar við stóð, þetta var okkar. Að lokum vaknar spurningin, til hvers ætlast af bæjarlistamanni? Ég hef ekki hugmynd það. Ég hlýta að þurfa að koma fram einhvers staðar. Ég að verða 70. Ég verið 70 núna í október og ég syng nú ekki mikið orðið. Einstöku sinnum ger ég það en ég hugsa, ég hefði nú ekki mikið úthald í tónleika.